Hann viðurkenndi að fíkniefnin sem að fundust á bænum tengdust ræktuninni og að þeir hefðu sett hana upp í sameiningu. Búnaðurinn hefði verið að hluta til dót sem hver á einn átti bara fyrir, en það sem kaupa þurfti hefði þeir skipt kostnaðinum á milli sín. Kannabisræktunin fór fram í 2 húsum þarna á bænum og Óskar sagðist hafa lagt mikla vinnu í að koma aðstöðunu ásamt hinum ákærðu. Þeir hefðu ekki fengið margar uppskerur því að efnið hefði eyðilagst. Þess vegna fengu þeir Grím að verkefninu. Af því að Óskar vissi að hann starfaði í verslun sem að seldi svona búnað og taldi hann hafa þekkingu á ræktun. Þú varst að hlusta á True Crime Ísland, eina alvöru íslenska True Crime hlaðvarpið þar sem við fjöllum nýleg íslensk sakamál. Ef þú vilt hlusta á meira, þá ferðu á kratos.is og kaupið þér áskrift. Í áskrift ferðu aðgang að öllum fyrir þáttunum okkar ásamt glænýjum þætti af hverjum einasta mánudegi og svo gefum við stundum út aukaþætti og seríur og þeir sem í áskrift koma í lokaðan Facebook-hóp þar sem við setjum inn alls konar upplýsingar. En sjáumst í áskrift!